Hákon, svaka leikur þetta kvöld hjá okkur í Írlandi. Þið sýndu mikla ákefð, voru þetta frumskipaðir komið inn í leikinn. Það er Sarko farinn og svona menn meiddir. En samt, þið voru bara nálægt við að taka hann. Já, ég meina þegar allir eru með þá erum við alveg nokkuð djúpir sko, þannig að já, bara aðri menn stígu upp þegar aðri stíga til hliðar eða geta ekki spilað og hérna, já, kannski svolítið erfitt fyrir okkur að spila 6 manna rotationi og hérna besti leikmaðurinn okkar að spila á öðrum fæti en við náðum að búa til stemmingu hérna í hellinum og vorum bara heldinn á því, fengum gott lúk í lokin til þess að jafna og fengum góð lúk til þess að, þú veist, koma okkur yfir en bara náðum ekki að setja skotin í dag. Já, hvernig leiðir að koma þetta á gamla heimavöll? Fyrir okkur blaðamenn sem sittum fyrir ofan húligans þá er þetta bara æðislegt. Það er ekki bara okkur auka kraftur sem að... Já, ef ég mætti ráða þá myndum við spila alla heimaleiki hér sko. Þetta er frábært hús, þannig að ég kvart ekki. Kannski að við ættum að gera þetta að einhverju dæmi að spila einhverja leiki hér. Já, frammistöðu sem þið fenguð, bara Björgvin Hafþór kom inn með bara brjálaða ákefð, var að taka góð frákost, Tómas var bara mjög góður þetta. Þjálfarinn eitthvað talaði að það kemur ykkur nýr leikmaður inn fyrir Sarko, hann var ekki alveg viss með í hvað stöðu eða hvað, en hérna, þegar ég sýnir þessa ákefð sem við gerðum hérna í kvöld, þá bara látið öllum liðum líða illa. Hafið þið fundið þetta sjálfur og þeir eru dettið niður í þessari orku sem þið hafa oft sýnt? Já, ég veit ekki. Ég held að vita allir í deildinni að þú veist, það eru 12 lið sem mæti alla leiki til þess að vinna og þetta er svolítið þannig deild að lið sem hittir á betri dag bara vinnur. Veist, það eru náttúrulega einhverjir leikir sem eru ekki svoleiðis en margir leikir allan sem eru svoleiðis að liðið sem hittir á betri dag vinnur. Já, Bjöggi og Tommi, þetta eru 2 leikmenn sem geta spilað sko. Tommi er náttúrulega búinn að sýna rosalega framfarir. Þeir vilja líka spila meira og þú veist, þeir eru búnir að vera að biðja það og hérna, þeir fengu bara tækifæri núna í þessum og síðasta leik þegar við erum svona fáir og hafa bara nýtt það rosalega vel. Þannig að ég bara, þú veist, það er ekki annað hægt en að vera sáttur með frammistöðuna frá þeim. Þú ert að segja að ég hef tapað en margt jákvæmt sem ég geti tekið út úr þessum leik og hérna, ég geti bara endað þetta bara gleðileg jól og takk fyrir. Já, takk svo leiðis.